Þegar mikið liggur við mikilvægt að upplýsingar komist hratt og vel á framfæri, bæði til hagaðila og svo til almennings. Hjá mörgum fyrirtækjum eru starfandi upplýsingafulltrúar eða samskiptastjórar sem sjá þennan málaflokk og þáttastjórnandi til dæmis einn þeirra hjá Samorku. Það hefur aldeilis gengið mikið á síðustu mánuði í orkuveitugeiranum, í náttúruhamförunum á Reykjanesi og því hefur mætt mikið á gestum þáttarins í dag. Þeim Birnu Lárusdóttur, upplýsingafulltrúa HS Orku, Sigrúnu Ingu Ævarsdóttur, samskipta- og markaðsstjóra HS Veitna og Steinunni Þorsteinsdóttur, upplýsingafulltrúa Landsnets. Og við ætlum að heyra sögur þeirra í þættinum í dag. Verið hjartanlega velkomnar allar. Takk fyrir. Takk hella. Við langar bara að byrja á svona almennt fyrir kannski þá sem ekki vita hvað eru samskiptamál, hvað gera samskiptastjórar, Steinunn, ef þú ríður á vaðið? Já, þetta er skemmtileg spurning og spurning sem maður fær oft. Hvað gerur annað en að taka myndir af forstjórunum? Það er svona klassísk spurning. Samskiptamál skipta bara ótrúlega miklu máli fyrir fyrirtæki eins og Landsnet og fyrir fyrirtæki bara í orkubransanum almennt því grunninn erum við náttúrulega bara þjónustufyrirtæki og það að geta sagt frá því sem við erum að gera og frá því sem kemur upp á og hvernig við bregðumst við skiptir bara eiginlega sköpum. Er þið ekki sammála því? Jú, ég tek alveg undir þetta og það sem að kannski skiptir ekki síður máli heldur en að koma upplýsingum út til almennings síðan að upplýsa inn á við. Og ég hef svona orðið áþreifanlega vör við það í þessu starfi sem ég hef verið í öllum þessu umróti síðastliðina mánuði, hvað það er mikilvægt að samstarfsfólki sé líka upplýst gangmála og þannig að þetta er í rauninni svona two-way street, svo við slettum nú á enskunni að það þarf að hugsa í tvær áttir í þessum efnum. Af því að talandi það, ég meina þið mörg þessara fyrirtækja í bransanum eru náttúrulega með margar starfsstöðar og við tökum að dæmi þitt fyrirtæki Sigrún HS Veitur. Þessi innri samskipti hljóta þá að skipta mjög miklu máli. Já, vissulega og þetta hefur verið inn á mínu borði að upplýsa allar starfsstöðar með samræmdum hætti og til dæmis ef við tökum sem dæmi þegar allt fór af stað í Grindavík þá vissulega voru starfsfólki okkar á hinum starfsstöðunum mjög forvitið að heyra hvað starfsfólki okkar sögðu frá að vara gangi gegnum og svo framvegis. Þannig að við tókum á það ráð að nýta workplace og annað til þess að upplýsa og sína myndir og segja frá og þess áttar. En það sem að ég kannski lærði af því að starfsfólki vill líka fá fólk á staðinn til þess að heyra sögurnar. Þannig að við erum búin að pröfa okkur svolítið áfram í þessu. Einmitt. En hvað er það svona almennt sem að þið eru það miðla þá út á við? Hvað okkur var það til dæmis í HS Orku, við erum 90 manna fyrirtæki þannig að við erum nú ekki stór í sniðum en við reynum að halda úti svona þokkalega lifandi vefsíðu en kannski frekar að upplýsa inn á samskiptamiðlum inn á Facebook, Instagram, LinkedIn svona af því helsta sem að framfer í fyrirtækinu en svo gengur mitt starf mikið út á það að vera í samskiptu við fjölmiðla þegar þeir eru að fallast eftir upplýsingum, beina þeim á rétta fólkið og viðmælendurna innan fyrirtækis svona reyna að safna saman gögnum ef að starfsmenn þurfa til dæmis að halda kynningar eða vantar upplýsingar til þess að sitja fundi með gestum eða eitthvað slíkt. Þannig að þetta er mjög margþætt starf og svo maður bara líka í litlu fyrirtæki þá hleypum maður ýmislegt annað, húsnæðismálin og hvað ekki, sér í lagi þegar svona umrót er í starfsemi fyrirtækisins eins og hefur verið síðustu vikur og mánuði hjá okkur. Þá þarf maður bara að vera svolítið tilbúin til að gera allt mögulegt. Einmitt. En þetta er alveg flókin bransi. Þetta er svona þjónustu fyrirtæki eins og þú sagðir áðan Steinunn og við veitum mikilvæg þjónustu sem að fólk kannski ekkert að pæla í hvaðan kemur eða fyrir en það fer. Nákvæmlega og það er kannski
Það er kannski það sem er sko áskorunin í miðlunni að því að þú veist, þegar ljósin eru logandi á landinu þá er fólk bara almennt ekkert að spá í, þú veist, hvað Landsnet eða önnur orkufyrirtæki er að gera en leið og eitthvað bjátar á þá, þú veist, kemur þessi þörf fyrir að vita hvað gerðist, hvernig ætlaði að redda þessu og hvernig kemur þetta á aftur. Þannig að stóra verkefni okkar þetta er kannski pínu tvískipt, annars vegar erum við að upplýsa almenning og hagsmunaaðila og stjórnmálamenn og fleira sko hlutverki sem við höfum, hvaða hlutverk gegnir Landsnet í þessu raforkukerfi á Íslandi og við segjum stundum að við séum þetta millistykki. Það eru sko framleiðendurnir og svo eru flutningin og svo eru dreifingin og hvað gerir millistykkið og við tölum það að við skiptum náttúrulega ótrúlega miklu máli að flytja þessi lífsgæði sem rafmagnið er. Og það er svona, þú veist, miðlunin, þú veist, hvað gerir Landsnet og hvernig getum við fengið skilning á því sem við gerum og þá leið kannski fengið skilning fyrir þeim verkefnum sem við erum í á hverju sinni. Og svo er það hinhliðin að þegar ljósin á landinu slökkna og fólk kemst ekki í þessi lífsgæði sem rafmagnið er, þá hvernig upplýsum við það, hvenær það er í nútíma samfélagi, náttúrulega, þú veist, það þrífst ekki án rafmagns, þannig að toleransið fyrir rafmagnsleysi er eiginlega bara ekki orðið neitt, sko. Nei, það er af sem áður var, þegar var kósí bara að setja heima við kertaljós og spila. Já, það má í raun og veru segja það. En við gleymum þá kannski að fara yfir, einmitt, þið komið frá 3 ólíkum fyrirtækjum sem að sinna ólíkum hlutverkum. Hvað gera ykkar fyrirtæki í keðjunni ef þú byrjar, Sigrún? HS Veitur er þjónustu fyrirtæki sem að sér dreifingu á heitu vatni, köldu vatni og rafmagni á 4 ólíkum þjónustusvæðum í rauninni, þannig að það er mismunandi eftir svæðum hverju við erum að dreifa. Ef við tökum bara Suðurnesin sem dæmi, þá erum við með alla þessa 3 flokka þar erum við að dreifa rafmagni, heitu vatni og köldu vatni. Í Grindavík, það sem að fjörið hefur verið upp á síðkasti, þar höfum við verið með dreifingu á rafmagni og heitu vatni, ekki kalda vatninu sem kemur svolítið inn á það í samskiptunum. Þegar svona atburði ganga yfir þá er þetta oft smá flækjustig að útskýra það að þetta er stundum svona og stundum hinsegin. Við dreifum líka rafmagni í Hafnarfirði og hluta Garðabæjar og Árborg sem dæmi og svo erum við með Vestmannaeyjar, þannig að við erum með ólíkar þjónustur á ólíkum þjónustusvæð sem er áskorun og þegar maður er að segja sögur og útskýra reksturinn og þess aftur þá er þetta alltaf svona smá snúið. Þannig að þegar maður eins og ef við tölum það sem við vorum að tala áðan að hvað erum við að upplýsa, þá náttúrulega skiptir alltaf máli við hvernig við erum að tala hverju sinni, hvaða upplýsingar við þurfum að koma á framfærið. Einmitt. En Landsnet, hvað gerir Landsnet? Já, Landsnet millistykki? Já, við erum millistykki og við segjum að Landsnet færir ykkur lífsgæði. Þú veist, fyrir kannski svona 10 árum þá hefðum við sagt sko Landsnet flytur rafmagn. En í dag erum við bara að flytja lífsgæði. Þú veist, við erum ástæðan fyrir því að þú farið morgunbollaðinn heitan og getur hlaðið tölvunaðina eða hort á uppáhalds Netflix-þátti. Basically er það sem við gerum í grunninn. En við erum sem þetta millistykki. Við flytjum rafmagn, við dreifum því ekki og framleiðum ekki heldur. Og við hefum stundum sagt þegar ég er að útskýra fyrir fólki hvað Landsnet gerir að við erum bara pínu svona eins og líkaminn. Þú veist, við erum aðalæðarnar í líkamannum. Og minni æðarnar eru þá dreifi fyrirtækin sem taka svo við. Eða hreinlega bara eins og, þú veist, vegakerfið. Þú veist, Landsnet er þjóðvegur 1 og svo taka dreifi veitunar við og fara með frá sveitavegina eða stærri vegi. Þannig að rafmagni kemur ekki úr vegnum eins og sumir halda. Það þarf að flytja það og svo taka þær við og þeirra fyrirtæki og dreifa og framlega. Já, hvað gerir HS Orka, Birna? Já, við, ekkert af þessu væri til nema fyrir okkur, svo við hefum nú kannski höldum áfram í myndlíkingunum því að má eiginlega segja að HS Orka sé hjartað. Þaðan pumpast varan sem að fyrirtækið hennar Sigrúnar dreifir og hennar starfsfólk, allar vörurnar sem að HS Veitur dreifa og Landsnet koma frá okkur að hluta og náttúrulega öðrum orkuframleiðendum á Íslandi. Í Svartsengi framleiðu við jarðvarma, heitt vatn og kalt vatn. Í Reykjanesvirkjun framleiðu við jarðvarma og síðan eru aðrar vörur einnig, aðrir straumar frá þessum 2 virkjunum sem að við seljum líka frá okkur
og þar það sem við kallum bræna, það er svona jarðsjór sem vökvinn sem kemur upp þegar að dælt upp úr hólunum. Hann í rauninni okkar frægasta vara fyrir utan náttúrulega rafmagnið, heita vatnið og kalda vatnið, því að það vatnið sem Bláa lónið nýtur. Það ein af afurðunum úr hillum H.S. Orku. Þannig að við erum upphafið sem síðan bæði Landsnet og veitufyrirtækin taka þá við. Og við erum mjög mikilvægur innviður á Reykjanesinu, sér í lagi, samfélag sem að telur 32.000 íbúa. Einmitt. Við tölum stundum það að þessi 3 fyrirtæki sé bara eins og þríekið fræga í COVID-inu, þannig að við getum deilt hver líðir Alma Þór, því ekkert getur án hins verið. Nei, það bara heila máli. Og það má líka segja að fyrirtæki í þessum bransa, þau eru nokkuð vön og eða þarf að segja að vinna með náttúruna, það í raun og veru það sem við gerum. Og þar af leiðandi þurfum við að vinna með henni bæði þegar hún lætur vel og illa og mér langar svolítið að færa þá umræðina aðeins inn í umræðu efni dagsins, þessar svona krísur sem við höfum verið að díla við en það svo sem eitthvað nýtt því hjá Landsneti náttúrulega yfir vetratíman og væntanlega þá dreififyrirtæki líka þurfi nú að glíma svolítið við þegar allt verður snarvillust í vetraveðri. Getið þið sagt mér aðeins frá svona hvernig að glíma við það? Já, það veturinn alltaf pínu áhugaverður fyrir okkur og við höfum undanfarin ár verið að glíma við nokkur stór óveður og nokkrar stóra krísur og kannski frægastu öllu desemberveðrið 2019 og febrúar 2020 og svo eigum við nú sameiginlega krísu sem liggur í Vestmannaeyja streng 3 og var náttúrulega stórt og mikið verkefni en það alveg áhugavert að takast á við þetta og hlutinir hafa verið að breytast rosa hratt þegar kemur að þessum málum. Við vinnum til dæmis mjög náið með veðurfræðing og getum svolítið svona séð, ég segi ekki að við getum séð fram fyrir stormin en með þessari samvinnu þá getum við séð það, þú veist, hvar verður mesta árinnin mögulega á línurnar okkar, þú veist, hvar það vindur sem mun valda okkur vandamálum, hvar það ísing, hvaða vegir muni lokast, getum við fært fólki okkar framfyrir, þannig að við getum verið meira tilbúin í dag en við vorum kannski fyrir einhverjum árum síðan. Og í þessum stóru krísum sem við höfum verið í, þar sem við höfum verið að glíma við ísingavandamál sem hafa slegið út heilu þorpunum, að þá skiptir náttúrulega upplýsingagjöfin alveg ótrúlega miklu máli. Því í dag á þessu tímum sem við lifum, það eru bara allir orðin sín eigin fréttastofa og ef við segjum ekki þessa sögu, þá segir það bara einhver annar. Og þú veist, maður hefur alveg lent í það hefur einhver tekið mynd af brotinni í stæði sem hefur verið að hengja haus út af einhverjum ís og að það rafmagnslaust og við vitum ekki að því, skilju. Eða ég ekki búin að fá upplýsingar það. Í dag skiptir í vondum veðrum ótrúlega miklu máli að vera með öfluga upplýsingagjöf til íbúa á svæðum. Og líka kannski bara, þú veist, hvar fær fólk svo upplýsingarnar? Þú veist, er fólk að leita upplýsingar á vefsíðum, það að gera það á í appi eða erum við bara enda að við þurfum að fara á TikTok? Þetta er ótrúlega áhugaverðar pælingar. Þetta akkurat málu, maður veltir í svo fyrir sig hvert hlutverk samskiptastjóra eða upplýsingafulltrú út frá þessu. Og ég hef oft sagt að í nútíma samfélagi þá erum við öll mjög upplýst samfélag. Kynslóðurnar sem að alast upp í dag eru vanar því að vera með mjög miklar upplýsingar fyrir fram að sig. Þú þarft ekki að leita langt til þess að fá upplýsingar hitt og þetta. Þannig að í svona krísum svo mikilvægt að veita réttar og góðar upplýsingar fyrir fólk. Þetta eru heilu samfélagin, ef við tökum eins og Vestmannaeyja sem dæmi, þetta eru heilu samfélagin sem hafa áhyggjur þegar að til dæmis rafstrengur frá meginlandinu og eigunar bilar eða vatnslögn skemmist sem að drífur í rauninni atvinnulíf og í rauninni eins og Vestmannaeyingar vissu þegar að til dæmis vatnslögnin þar skemmtist. Þá vissu þeir að það væri í rauninni ekkert hægt að þrífast þarna sem samfélagi eða þeir var ekki með neysluvatn. Þannig að hlutverk okkar sem samskiptastjóra og upplýsingafulltrúa mínum að í svona aðstæðum líka bara að gefa fólki ábyrgar upplýsingar
og segja þeim hver staðan og koma heiðarlega fram. Hvernig gengur það þegar, af því að krafan, þú talar að það er allir vanir því að hafa miklar upplýsingar fyrir framan sig og krafan að þær upplýsingar komi bara strax og séu bara tilbúnar 1 frá 10. Hvernig svona passa maður upp á að það gerist með ábyrgum hætti? Það góð spurning. Fyrst og fremst ef ég bara segja frá minni reynslu á HÍ sveitum, það bara að fyrst og fremst í mínu hlutverki sem nýr samskiptastjóri í rauninni þegar krísuna byrja, það bara ég fái fyrst réttu upplýsingar svo ég geti sagt fólki hver staðan eða fjölmiðlum og svo framvegis. Og að vera með þann skilning innan fyrirtækisins að þetta sé mikilvægt. Ég hugsa að sé alveg margir sem eru kannski í þessu hlutverki sem í þannig fyrirtækjum að það kannski ekki alveg skilningur fyrir því. Að það sé mikilvægt að staldra við og taka stöðuna og veita upplýsingar þegar að fyrirtæki og stjórnendur eru að díla við kannski mikla krísu. Auðvitað það viðfangsefni, þú ert kannski að eiga við það verkefni að það hraun nýbúið að fara yfir stofnlögn eða þess áttar og auðvitað vilja þá allir vera að einbeita sér að því, en að vera með skilningin að staldra við, fá alla aðilann á borðinu sem hafa upplýsingar sem tengjast viðfangsefninu sem geta verið mikilvægar fyrir íbúa og atvinnulífi á þjónustusvæðinu eða landinu og þess áttar til þess að geta miðla þeim þá með ábyrgum hætti áfram. Langar kannski aðeins hoppa inn í þennan bolta að þar sem þessar réttu upplýsingar á réttum tíma, hvað þær skipta ótrúlega miklu máli og við tölum aðeins áfram Vestmannaeyjastreng 3 sem bílar seint í janúar í vondu veðri og við vorum með strengin út í hálft ári eða eitthvað svoleiðis. Þá skiptir náttúrulega bara sköpum að vera að gefa stöðugt upplýsingar og það sem við gerðum í raun og bara strax þannig að þetta janúar kvöld var bara, hver með símanúmeri og Írisi bæjarstjóra, það var bara fyrsta spurningin og svo bara heldum við, bæjarstjórn, almannavörnum, samstarfsaðilum okkar, upplýstum stöðugt með pósti og við gerum það í tölvöld langan tíma og bara það að fólk fái upplýsingarnar að það skapa ró. Það sama hvort það eru góðar upplýsingar eða vondar? Já, þegar upp í staði þá bara þú farið að vita hver gangi og þú ert látið vita hver næstu skref, hvað ætlaði að gera, hvað að hugsa, að það skiptir máli. Auðvitað var maður ekki alltaf boðberi góðra frétta og svo langt frá því. Nei, en óvissan kannski verri. Óvissan miklu verri. Ég held nú reyndar að viðhorf fyrirtækja og stofnana hafi breyst mjög mikið bara á mjög skömmum tíma og ég held að skilningurinn fyrir nauðsyn þess að upplýsa með þessum hætti hafi aukist til mikilla muna og ég finn það bara til dæmis í mínu fyrirtæki að það mikil skilningur fyrir því að það þarf að upplýsa þá sem eiga síðan að færa boðskapinn út úr húsi. Við erum í pínu annari stöðu kannski en HÍ sveitur að við erum ekki kannski í beinu tengslum við neytendur eða viðskiptavini og þurfum þá kannski frekar að vera í góðum samskiptum við Landsnet eða HÍ sveitur eða almannavarnir í sumum tilfellum. En við höfum hins vegar þurft að standa í þeim sporum að vera sá sem veitir upplýsingarnar fyrstur allra og við getum komið inn á það kannski á eftir. En það sem að ég hef til dæmis að því ég nú líka freka ný í mínu starfi, bara við Sigrún erum að byrja nánast í sömu vikunni í sikuru fyrirtækinu, að þá hef ég hort svolítið til Landsnets og hvernig þau gera hlutina og hvernig þau halda utanum sín upplýsingamál. Og mér hefur fundist það alveg til fyrirmyndar þegar að snýra að almenningi og þeim sem að svona standi ekki í hringiðinu og að fá upplýsingarnar beint í æð. Þá finnst mér Landsnet hafa gert hlutina mjög vel og ég sé að þau eru stöðugt að bæta sig og já, þau eru svona fyrirmyndin í starfi allavega hafa verið fram til þessa og ég held að fleiri mættu taka sér þau til fyrirmyndur og ég sé reyndar að önnur veitufyrirtæki og orkufyrirtæki að gera slíkt þess sama og ég held að það séu bara allir að hysja upp sig buxurnar í þessum málaflokki og gera sífellt betur og ég vil líka bara rósa Samorku því að Samorka heldur þessum hópi saman og eflir tengslin, við þekkjum hvert annað, við getum hæglega að tekið upp tólið og hringt hvort sem það í Steinunni eða Sigrúnu þegar aðkallandi og miðlað upplýsingum og stillt strengi
saman þannig að við séum þá mögulega að í það minnst að veita svipaðar upplýsingar þó það sé ekki góðar og ekki jákvæðar en þá líka lykilatriði að segja við erum ekki með allar upplýsingar á takteinum akkurat núna hér það sem við vitum og við munum upplýsa ykkur leið og við vitum meira og þetta líka til dæmis algjört lykilatriði gagnvart fjölmiðlunum að svara símanum segja já ég skil fyrirspurnina ég ekki með svarið á reiðum höndum akkurat núna má ég hringi þið eftir stuttarstund þetta bara snýst samtal allan daginn. Þetta svo hárrétt og bara takk fyrir Rósi Birna og ég vil bara taka undir mikilvægi þessa samstarfs og við águm okkur bara á það núna á Reykjanesinu að það skiptir ótrúlega miklu máli að þekkjast og geta tekið upp síman og geta hringt hvenær sem og bæði óska eftir geti eitthvað hjálpað eða bæði gefið og tekið í svona aðstæðum og það skiptir líka bara máli gagnvart fjölmiðlunum að þegar fjölmiðlar að ringja þegar eitthvað að gera kannski ekki alltaf greinamun á hvaða fyrirtæki á í hlut sem heldur ekkert skrítið að þá ósa gott að geta sagt hringdu bara inn að Sigrúnu, hún hjá H.I. Sveitum, hún með þetta og hún svaraði strax og vita það að Sigrún mun svara strax eða Birna hjá H.I. Orku. Svo við fyrir maður í Reykjanesið og það sem hefur gengið á Birna, þú lýstir sér svolítið skemmtilega nýlega að þetta væri svona eins og saga í 3 þáttum þegar kemur að þínu fyrirtæki. Segðu mér aðeins meira frá því. Já, það nú þannig að ég búin að vera í þessu starfi rúmt ár og helmingurinn af þeim tíma var bara svona eins og venlegu vinnustað. Ég fekk alveg hálft ár bara í svona hveitibrauðsdaga þar sem að ég fekk að kynnast í hvernig fyrirtækið við eðlilegar kringumstæður eða svona frá degi til dags. Svo breytist nú bara eiginlega flest allt 10. nóvember þegar jörð gliðnar í Grindavík og við erum svona framan af H.S. Orka svona hálfgerður áhorfandi að atburðarásinni vegna þess að það verður mikið tjón á innviðum sem eru í rauninni fyrst og fremst á ábyrgð H.S. Veitna og við bara svona áhorfundur aðstóðum auðvitað eftir fremsta megni þar sem þarf að aðstóða en kastljósi var ekki á okkur. Svo gerist það að það fer að gjósa í desember og það verða í sjálfu sér engin tíðindi af innviðum beint þá en svo bara gís endur tekið og svo bara flæðir hraun yfir stofnæðar við Grindavíkurveg sem liggja frá Svartsengi og til Grindavíkur og þá svona verður málið svolítið mikið alvarlegra og við erum þá kannski komin svona í auka hlutverk, erum sem sagt að vinna bara að því að bjarga verðmætum og koma á tengingum aftur og koma á rafmagn á heitu og köldu vatni til Grindavíkur en við svona bara pínlítið auka hlutverki. En svo gerist það að hraun rennur yfir svokölluðu Njarðvíkuræð sem fæðir í rauninni bara allt Reykjanesið fyrir utan Grindavík með heitu vatni og við erum að upplifa þetta í febrúar þegar hvað kaldast ég held að kuldin hafi farið alveg upp undir -10 þegar verst lét og það reið á að koma heitu vatni á sem allra fyrst og þarna var allt í einu H.S. Orka komið í aðalhlutverk og þá voru nú góð ráð dýr að svona standa sig í þeirri upplýsingagjöf sem að í rauninni H.S. Veitur höfðu haldið uppi gagnvart almenningi í fyrstu 2 þáttunum, miklu frekar en við og þá eiginlega bara verður það að samkomulagi okkar kannski þessara sem eru í hringuðinu á þeim tíma, Landsnet, H.S. Veitur, H.S. Orka og svo almannavarnir að upplýsingarnar komið þá beint frá okkur í H.S. Orku. Af því að við vissum, við vorum á vettvangi við viðgerð á Njarðvíkuræðinni og ég ætla ekki að rekja alla þá sögu, hún er svo ótrúleg og hefur verið gerð mjög góð skil hjá Samorku. Ég bara í hróskýrnum, ég fá alveg endalista hrósi. Þeir gerðu mjög vel í myndbandsgerð þennan viðburð. En hvað það? Við erum í rauninni þarna í aðalhlutverki í 4 heila sólarhringa, dag og nótt. Og með okkar starfslið á vettvangi á samt fjölda verktaka og það bara lögðust allir á eitt.
og þá bý ég bara til svona lítið stúdíó nánast niður í kjallara í húsunum mín í Hafnarfirði og bara með fréttastofu þaðan í samstarfi við kollega mína sem voru á vettvangi og auðvitað aðra í fyrirtækinu og við bara miðlum þeim upplýsingum sem þurfti þaðan, skrifum fréttir inn á vefinn hjá okkur sem síðan fjölmiðlar tóku og það einhvern veginn bara á undraverðan hátt duttu bara allir í sama streymið og unnu svo vel fannst mér að upplýsingagjöf á þessum tíma og það var bara samstillt átak sem var samt einhvern veginn til óvart ef það má segja svo. Einmitt, vísa til þín hérna Sigrún að það mætti svolítið mikið af þér hérna alveg fyrst. Hvað var svo helsta sem þú varst að segja frá? Birna rakti náttúrulega nokkuð vel þess að atburðar sem hefur átt sér stað frá 10. nóvember. Í rauninni byrjar okkar vegferð. Ef við köllum þetta vegferð, þá byrjar hún hann í lok október þegar við byrjum að flagga því á upplýsingafundu bæði fyrir Grindvíkinga og sem það voru 2 upplýsingafundir hérna í október stöðuna. Og þar byrjum við að flagga þessum sviðsmyndum sem við vorum byrjuð að vinna með, sem að litu ekki droslega vel út og ég veit að við vorum að vinna þetta náum með Hásorku og fyrirtækin tóku sér svolítið saman til þess að byrja bara að tala hvað gæti gerst. Við litum strax á okkar hlutverk í þessu strax í upphafi og ég er náttúrulega með mjög öflugan forstjóra sem að hefur bara leitt þetta upphaflega mjög vel. Þannig að hann tók kannski svolítið að skari í því að fara þessa leið, að fara út með þessar sviðsmyndir og bara tala hvað gæti gerst. Ég ætla að viðurkenna það að enginn af okkur sem að vorum að stilla upp þessum sviðsmyndum gera sér í hugarlund hvað myndi svo gerast í framhaldinu. Þetta var upphaflega að hugsa, jú, þetta gæti gerst og við viljum að allir verði undir það búnir. Það bara gríðarlega mikilvægt að því að ef það gerist þá þarf samfélagi að vera undirbúið fyrir það. Svo hefst fjörið í Grindavík 10. nóvember og ég mun aldrei gleyma þessum degi því að ég á afmæli 11. Ég átti 35 ára afmæli 11. nóvember og ég kem í vinnu á laugadegi og þá var staðan eins og hún var í Grindavík. Þá kemur spurningin hvert okkar hlutverk þegar aðstæður eru svona í Grindavík. Er okkar hlutverk að taka af skarið því að upplýsa stöðun eftir að bæjarfélagið var rýmt. Og úr verður að við verðum einhvers konar aðal fulltrúi í því að segja hver staðan var að það var enginn á svæðinu. Við með snjallmæla gátum séð hvar rafmagn, hvar ekki og svo framvegis. En litla sem við vissum var að innviðir okkar voru skemmtir. Eina sem við höfðum fyrir okkur því var upphaflega bara að skoða snjallmælagögnin okkar og reyna að meta stöðun og reyna að upplýsa fólk út frá því og rann mjög fljótt upp fyrir okkur að fólki leið betur að fá allan einhverjar upplýsingar stöðuna innan bæjarfélagsins. Þannig að við tókum því hlutverki bara mjög alvarlega að gefa allar þær upplýsingar sem við höfðum og reyna að setja þær fram á notendavænan hátt, settum inn kort af stöðinni og svo framvegis. Þannig að þegar ég man ekki, ég veit ekki hvort þau muni eftir því en það voru mjög margir að fylgjast með bænum og þannig að þegar það var til dæmis rafmagnslaust, það fór það ekkert að milli mála og þegar að rafmagnin kom á aftur þá sást það í öllum vefmyndavélum og svo framvegis þannig að þetta varð svona samfélagslega mikilvægt verkefni hjá okkur að halda íbúum Grindavíkur og samfélaginu þar upplýstu stöðun eins og við höfðum upplýsingar hverju sinni þarna. En hvernig gerðu þið það? Því að nú var náttúrulega búið að rýma og fólk víð og dreif. Við tókum saman þar upplýsingar sem við höfðum og við miðluðum þessu ýmis á Facebookin okkar, vefsíðun okkar og svo sendum við bara út fréttatilkynningar. Fjölmiðlar voru upphaflega hringdu öllum tímum sólarhringsins þannig að í staðin fyrir að vera að taka öll símtölin og svara hverjum að einum þá brugðum við á það ráð að byrja að senda stöðuna. Við minnir það að verið svona 2 á hverjum sólarhring. Staðan þessi núna og svo lofum við bara því að við myndum halda fjölmiðlum upplýstum.
og heldum okkur bara við það þar til að var komið á rafmagn og heitt vatn alls þar aftur í hverju tímabili fyrir sig. En við notum bara þá miðla sem við höfðum. Steinun, þið eru svona meira, þið eru náttúrulega með gríðarlega mikilvæga innviði á þessu svæði en svona kannski ekki alveg í sama hlutverki og Háisorka og Háisveitur. Nei, við vorum aðeins í öðru hlutverki þessar krísu en enga sér tengt. Við vorum erum með Svartsengislínu sem liggur niður í virkjunina í Svartsengi, þannig að það skiptis miklu máli að halda henni gangandi, þannig að virkjunin fengi sitt rafmagn og geti unnið þá vinnu sem hún þurfti. Við tókum mjög snemma þá ákvörðun að taka þátt í þessari umræðu þó við værum ekki í þessari tilkynningaskyldu. Heldur segja þá sögu hvað Landsnet væri að gera, hvernig við værum að hugsa það, hvernig við myndum verja þessar línur, segja frá verkfræðinu á bakvið það, segja frá hönnuninni á bakvið þessar hækkanir sem við gerðum á möstrunum. Við hækkuðum hana nokkur möstur og byggum til það sem öryggistjórinn minn sagði í útvarpi einhvern tíma rósettur, sem ég hans svo einstaklega fallegt orð og hélt vel utanum þetta. Þannig að það var í raun og svolítið svona sagan sem við völdum að segja þarna. Og á sama tíma þá dæltum við út sögum, við tókum mikið af ljósmyndum, mikið af flottum ljósmyndum á sæðinu, við gerðum mikið af myndböndum. Þannig að við vorum að segja þessari raun og veru hliðarsögu af því ástandi sem var í gangi hérna og kannski bara svolítið að sýna Landsnet sem nýsköpunarfyrirtæki sem væri svolítið að hugsa. Já, við höfðum alltaf þau forrindi, við gátum svolítið hugsa fram fyrir raunir. Þú veist, hvernig ætlum við að verja þetta og við vorum alltaf búin að vera í mörg ára að hugsa hvernig við gætum varið Suðurnesjalínu 2. Þannig að þetta var vinna sem var komin í gang frá okkur en saga sem hafi verið ósögð þangað til þarna. Já. Þið hafið svolítið lagt svolítið áherslu á þessa mannlegu hlið í ykkar sögum frá sem har tekið eftir því. Við höfum verið að gera það vegna þess að eitt eru tilkynningar og annað eru sögur. Fólk man miklu meira frásagnir, fólk tengir meira við annað fólk. Þannig að við fórum í það að sýna svolítið fólkið okkar, sýna það að störfum. Einhverju sagði að við höfum kannski verið ofmikið í einhverjum svona hetju sögum eða hetju ímyndun. Á einhverju tímapunkti vorum við það örugglega og ég get sagt ykkur eina sögu þar sem við bökkuðum út úr þannig sögum. Það var í þetta skiptist þegar við vorum að setja línu yfir logandi hraun. Stórt verkefni sem við vorum að vinna með öllum orkufyrirtækjunum á svæðinu og við vorum búin að sjá fyrir okkur þarna ótrúlegar sögu, það var landhelgisgæslan, það var þyrla, það var allt í þessu, þetta var allt sem hafði góða sögu að segja. Og við vorum búin að leggja hana þannig upp og svo kvöldið þá Grindavík rýmd. Þannig að stemming fyrir hetjusögu var engin. Þannig að þá var svolítið svona að hugsa þetta tilbaka og þá í raun og veru þetta sem kannski aðalatriði góðri sögu, það bara mennskan. Og þú veist, hvernig hugsum við til fólksins sem var í þessu og það var þá í raun og veru svo saga sem við sögðum. Hvernig ætlum við að halda ljósunum logandi á þessu sveitafélagi sem var í sárum. Það líka svo mikilvægt að hafa í huga að allt þetta bara fólk að fást við hluti sem að hafa bara aldrei gerst áður á þessu svæði og eina fyrirmyndin í einhverju af þessu væru Vestmannaeyjagosið á sín tíma og jafnvel ekki vegna þess að það var með öðrum hætti og þarna voru við með starfsfólk, ég myndi segja svona þriðjungur starfsfólks Háisorku situr neðastjórnafundi af því að við setjum á laginna neðastjórna eins og önnur orkufyrirtæki og fólk bara önnum kafið við að bjarga því sem bjargað verður og þá kannski ekki svo mikið svigrúm til þess að vera að setja sig í stellingar og segja góðar sögur og þá ágætt að einhver sé að því eins og til dæmis Landsnet í þessu tilfelli sem getur svona á þeim tíma aðeins hort á þetta úr fjarlægð. Akkurat, við vorum með þau forritið til þessari stöðu. En það sem líka mikilvægt að til dæmis á þeim tíma þá kemur forstjóri Háisorku Tómas Már Sigurðsson þegar við blasir að erfiðar sviðsmyndir eru að raungerast og hann bara segir sannleikan. Það ekki til neinn varahitaveita og hún ekki til á Suðurnesjum og hún hvergi til í landinu. Það engin orkuframleiðandi eða veitufyrirtæki á Íslandi sem á varahitaveitu.
Mér langaði að pikka upp alveg þennan punkt sem hún sagði að það hvergi var að hitaveita í landinu og Sigrún, þú lendir þá náttúrulega í því að þurfa að biðja fólk á svæðinu að takmarka rafmagnsnotkun við, hvað var það, 2 kilowatt eða eitthvað svo leys? 2,5 kilowatt. Já, hvað er það mikið? Hvernig útskýrur fyrir fólki hvenær það er að nota meira en 2,5 kilowatt og hvenær ekki? Þetta er frábær spurning og þegar ég stend frammi fyrir því, búin að vera í þessu hlutverki eða bara í orku og veitugeranum yfir höfuð innan við hálft ár og ég sit á fundi að það vera að útskýra fyrir mér að við þurfum að láta samfélagið okkar vita að ef þessi sviðsmynd raungerist að þá verða takmarka rafkynningu við 2,5 kilowatt. Og ég sat á fundunum og ég hugsaði með mér, wow, hvernig eigum við að útskýra þetta fyrir 32.000 manna samfélagi? Við brugðum á það ráð að búa til leiðbeiningar, hafa þær tilbúnar. Við vissum það svo sem alveg að þetta kæmist takmarkar vel til skila, nema ámyndir eina. En við pössuðum okkur á því og vorum með það mjög skýrt á þessum opna íbúafundi sem var haldinn í Reykjanesbæ í lok október, áður en atburðarásin hefst í rauninni og töluvert áður en að heitt vatn hættir svo að berast. Þar vorum við búin að segja frá því að rafdreifikerfið á Suðurnesjunum er ekki hannað fyrir rafkyndingu og við vorum búin að útskýra í rauninni munin á aflinu í heita vatninu, samanborið við aflið í rafdreifikerfinu hjá íbúum á þessu svæði og reyna að minnstakosti að stimpla þessinn. Þannig að allavega var markmiði það að íbúar myndu átta sig á því að ef ámynd reyna þá skipti máli hvernig þeir kynda upp húsin sín. Svo þegar það gerist að Birna dettur í aðalhlutverkið með atburðina í febrúar þegar stofnaði hitaveitu frá Svartsengi til Njarðvíkurinni til Fitja fer út. Þá var þetta verkefnið okkar. Það var að minna á meirögluna, auglýsa leiðbeiningarnar okkar það hvernig íbúar eiga að bera sig að undir þessum kringumstæðum og útskýra fyrir fólki hvernig það metur það hvaða er að eyða mörgum kílóvöttum í rafkyndingu. Og þetta tókst furðu vel þegar við fórum að skoða greiningarnar okkar eftir þessa atburði. Það sáum við það að skilaboðin skiluðu sér bara nánast til alls samfélagsins. Þið líka útbjúkuð svo að mér fannst greinargóðar leiðbeiningar sem að voru aðgengilegar á vefsíðu Háskólaveitna og við deildum og fleiri sem sagt það hvað skildi til bragðs taka ef illa færi og ég efast ekki að fólk hefur nýtt sér þessar leiðbeiningar og þær voru þýddar á ensku og pólsku og mögulega fleiri tungumál. Já, eftir á að hyggja þá hugsa ég að þessi undirbúningsvinna hafi skilað hvað mestu þeirra áreindi. Að geta gripið strax í þetta og auglýst þetta og komist til skila og svo framvegis bara skipti gríðarlega miklu máli undir þessum kringumstæðum. En á sama tíma við lendum í því, heita vatna hættir að berast þarna á 50 og fyrstu fréttur voru þær að HS Orka taldi mjög líklegt mjög líklegt að það tækist að koma heitu vatni á tiltölulega hratt, af því að það var þarna lögn undir heita hrauninu sem var strax ráðist í að tengja og vonir stóðu til að hún myndi halda undir nýja heita hrauninu. Daginn eftir þá stöndum við frammi fyrir því að í það bil sólarhring myndi samfélagi notast við þessa rafkyndingu og verkefni okkar var bara við þurfum bara að halda út þennan sólarhring. Klukkan 7 kvöldi þá var að byrja að kólna í húsum hjá fólki og við vorum búin að gera greiningar á kerfunum og við vorum búin að sjá það að álagspunkturinn er oft kvöldmatarliti. Og klukkan 7, nánast að slæginu á þessu föstudagskvöldi, þá rauk upp álag í öllu kerfinu hjá okkur. Og við byggumst alveg við að það myndi rjúku upp, en það eiginlega rauk upp úr öllu valdi og við bara sáum það að fólk var með rafmagnsofnan í sambandi, var að byrja að elda og jafnvel búið að skella rafmagnsbílnum sínum í samband aðeins að gleyma sér. Og þá voru góður á dýra því að ef ekkert er gert við þessar aðstæður og
of mikið álagi sett á svona kerfi, það bara slæri það út. Þannig við stóðum frammi fyrir því að jafnvel vera með samfélagið okkar heitavaslaust og rafmagnslaust ef ekkert því aðgert þetta kvöld. Og þetta gerðist að vísu að hluta til. Það varð rafmagnslaust í allri Innri-Njarðvík sem stór partur af samfélaginu og það leita ekki droslega vel út á tímabili. En það tókst að koma rafmagn á þar aftur. En það sem að við gerðum undir þessum kringumstæðum var að við sendum í rauninni bara út neyðarboð. Og að því að við vorum búin að vinna grunnvinnun okkar og að því að við vissum að á þessum tíma þá fólk að elda og það að setja rafbílarnir sín í samband. Það ofta álag, þá gætu við sendt út mjög skýr skilaboð. Bara vinsamlegast, taki rafmagnsafnana á sambanda með þeirra elda og ekki hlaða rafbílinn heima fyrir. Mjög skýrt. Við skelltum þessum neyðarskilaboðum í lofti í staðin fyrir að vera með eitthvað dóðurandum stöðun eða þess áttar og okkur tókst að ná niður álaginu nokkur hatt og þetta bjargaði ansi miklu og það sem við gerum svo í kjölfarið að við förum að meta hvar í kerfinu var mikið álag og fórum að senda skilaboð bara á hver notendur í hverju dreifistu þannig að við reyndum að gera þetta með þeim hætti að við vorum bara að mæta fólki það sem var statt og reyna að gefa þar upplýsingar sem þurfti hverju sinni. Þetta svona eitt gott dæmi það. Einmitt. Voru ekki líka íbúðasíðurnar, svona samfélagsmiðla íbúðasíður, að nýtast að einhverju leyti? Vissulega og við tókum þann pólinn í hæðina að við vorum búin að segja ef þetta gerist þá verður samfélagi að standa saman í því að passa að rafdreifikerfið komist í gegnum þetta í rauninni. Og við notum þessi skilaboð gegnum gangandi. Leið að hraunir fór yfir æðina og við sáum í hvað stemdi, þá virkiðu við þessi skilaboð. Við sögðum, jæja, þetta staðan, þessi sviðsmynd hefur raun gerst og nú ætlum við að biðla til ykkar, kæra samfélag, að hjálpa okkur í að virða meginregluna og huga að því hvað að nota rafmagni ykkar. Þetta skiptir allt saman máli. Nú skiptir máli að við stöndum saman. Og samfélagi bara tók sér til og gerði þá. Við vorum að sjá umræður hér og þar og fólk var að ganga á mill og banka ykkur var ennþá með jólasýrjun í gangi þá að vera að banka upp á og biðja fólk að taka jólasýrjunir í sambandi og svo framvegis. Þannig að samfélagi stóð sér ótrúlega vel. Og það sýndi sig eiginlega líka best við sjálfa aðgerðina, við Njarðvíkuræðina, hvað samfélagið okkar sterkt þegar á reynir. Og ég held að við bara enginn sem ekki svaraði kallinu þegar þurfti að koma að vettvangi og byrja aðgerðir við lagfæringar á Njarðvíkuræðinni. Ég held að það sé bara valla til skýrara dæmi bara samfélags samtaka mátt Íslendinga, heldur nákvæmlega þetta og svo þetta bara Vestmannaeyjar og snjóflóð á Vestfjörðum og víðar. Ég ber þetta í öfnu við slíka viðburði. Já, ég get alveg tekið undir þetta og mér finnst þetta líka kannski svolítið dæmi það hvað upplýsingagjöfin þroskaðist í þessum 3 köflum. Fyrir mig sem var á hliðarlínuna þá fannst mér hún breytast frá fyrsta kafla upp í 3. og það var alveg aðdáunarvert að fylgjast með síðusta kaflanum og bara frumkvæðinu sem var að koma frá fyrirtækjum. Af því það í raun og veru sem skiptir öllu máli að það að sýna frumkvæði og vera búin að segja fólki hvað það vill heyra í raun og veru áður það veit hvað það sem það vill heyra. Þannig að það alveg stórt hrós til ykkar fyrir það. Ég held að umræðan og upplýsingagjöfin hafi þroskast mjög hratt í þessari aðgerð sem allir voru í hana. Er það svona einhver stærsti lærdómurinn út úr svona ati að frumkvæði skipti máli eða hvaða atriði finnst ykkur þið hafa lært mest af? Bara hvað fólk ótrúlegt, kannski fyrst og síðast og ef ég horfi inn í mitt fyrirtæki, hvað við bara búum að ótrúlegu mannauði sem getur gripið inn í og leyst flóknustu úrlausnarefni. Bara staðið frammi fyrir verkefni sem að virtist óleysanlegt með öllu og vera búin að kippa í liðin inn á sólrings. Ég skil ekki hvernig þetta hægt, en þegar ég máladeild menntaskólans við Sund og var ekki kennt neinn tækni eða vísindi, en ég nú að grínast. En bara, heilt yfir hjá fyrirtækjunum og hvað, listin óendanlegur af einstaklingum og fyrirtækjum sem bara stóðu sína plikt í gegnum þykkt og þunnt á meðan á þessu öllu saman gekk.
Ég held að stóri lærdómurinn sé samtakamátturinn, samvinnan og þegar kemur að upplýsingamálanum klárlega frumkvæði og það að sem kannski okkur mörgum hefur skort í gegnum tíðina, það er að hlusta á samfélagin. Þú veist, hvaða þörf hafið þið fyrir upplýsingar? Við erum ekki að segja eitthvað sem skiptir ekki máli heldur, þú veist, að við ætlum ekki að sletta, þú veist, cut the crap, skilur. Segja það sem skiptir máli. En klárlega þegar uppi staðið, þá er það samvinnan. Já, ég tek undir það. Samvinnan hefur skipt sköpum og komið okkur gríðarlega langt. Hjálpað okkur sem að þessum hafa komið í að einmitt samræma og gera þetta bara betur gagnvart samfélaginu og viðskiptavinnum og starfsfólkinu okkar þegar kemur upplýsingamiðlun. Það skiptir máli að koma heiðarlega fram og það skiptir líka máli að reyna að setja sig í spor þeirra sem er að kalla eftir upplýsingunum. Og í þessu tilfelli, ef ég tek bara til dæmis Grindavík sem dæmi, við vorum að tala við samfélag sem var að upplifa það að það var búið að rýma bæinn þeirra. Eignirna þeirra voru þarna inn í þessum aðstæðum. Og að nálgast upplýsingamiðlunina út frá því er kannski stærsti lærdómur ef ég á að tala frá mér að setja sig inn í þessar aðstæður og reyna að mæta þeim þar. Ég hef lært töluvert af því. Það er góður lærdómur að taka út úr þessu. Mér langar bara að ljúka þessu í dag og þakka ykkur kærlega fyrir. Ég vona að þið fá nú náður í daga á næstunni í vinnunni og taki kannski bara fleiri myndir á forstjórunum eins og Steinun komin á ég. En Sigrún, Steinun og Birna, takk kærlega fyrir komuna og fyrir dag. Takk.